Jæja Andri, sigur hérna á heimavelli og kannski svona fyrst sem að þetta er bara mikil vinnusögur. Já, þetta var náttúrulega gríðarlega mikilvægur leikur. Tvö lið sem voru spáð í tveimur af þremur næstu sætunum og ljóst að allan til að byrja með þá gerum við okkur grein fyrir því að við þurfum að standa í þeirri baráttu að reyna að toga okkur upp úr því að vera í neðri partinum. Og þar af leiðandi var þessi leikur alveg gríðarlega mikilvægur og bæði liðin vissu það og mér fannst leikurinn bera svolítið keim af því. Það var svolítið fát á mönnum og mikil barátta og þannig að þetta var eins og þú segir gríðarlega mikilvægur vinnusögur fyrst og fremst. Og lagaðist það staðan hjá okkur í deildinni þá? Já, staðan í deildinni var góð fyrir þennan leik og hún vænkaðist bara enn frekar og bara fínt. Við erum komið með 3 sigra og 2 töp og það er mjög viðunandi og sérstaklega að við náðum að vinna bæði Tindastól og Hött sem eru þessi 2 af þessum liðum sem verða hann í kringum okkur væntanlega framan af. Þannig að þeim fleiri stig sem fáum í hús er betra og ég er mjög sáttur náttúrulega við stöðuna sem hún er akkurat núna. Það er alltaf sterkt að lenda undir en sigur á svo leikinn? Já, þetta er 3. sigurinn sem við erum að taka á þessu tímabili og í öllum leikjunum höfum við lent undir. Þannig að það er leið, eins og segir, sterkur karakter en leið svolítið áhyggjuefni. Við náttúrulega erum að hleypa mönnum alltaf fyrst inn í leikinn og eigum alltaf á brattan að sækja og það er ekkert skemmtilegt, hitt er miklu skemmtilegra. Og gott ástand á liðinu? Já, við erum með fínan hóp, strákarnir tilbúnir í verkefnið og það er bara gaman að þessu fyrst og fremst. Það er skemmtilegt andrúmsloft og gaman að vera á æfingum og taka þátt í þessum verkefnum með þessum strákum og ég held að allir séu bara mjög sáttir og ég er náttúrulega sjálfsögðu þegar vel gengur að það er auðveldara að menn séu sáttir, það er mér líklegra allavega en ég hef trú á því að menn gerir sér alveg grein fyrir því að við erum ekkert betra heldur en síðasti leikur og í dag höfðum við sigur en við vorum á móti mjög baráttuglöðum og bara vel skipulögðum hattamönnum og ég má alveg segja það eftir á að hyggja bara mjög sáttur við það að taka 3 stig hérna í dag. Það er auðvitað að geta dottið í jafntefli eða sigur hinum megin. Og liðin í þessari deild, þetta eru svona kannski ekkert lið sem að áskara fram úr. Hér geta allir unnið alla. Já, ég sammála því. Það verður svoleiðis framan af en síðan einhvern veginn svona eins og reynslan hefur kennt manni þá kemur þetta til með að teygjast í tvennt og það gerir svona mitt mót. Þannig að það er okkar svona trú að við getum teygst með efri pakkanum heldur en neðri pakkanum og það er það sem við erum að leggja inn fyrir núna. Og markmið í lok móts? Við settum okkur markmið að leikmenn og allir þeir sem standa að þessu að við viljum gera betur heldur en okkur að spá, það er nokkuð ljóst og við erum með yfirlýst markmið að við viljum vera í efri hlutanum. Einin í lokin, hverjir sigur á EM? Ég vonast til þess að verði mínir menn Spánverjar. Ég byrjaði að halda með þeim way back then þegar þeir voru góður en unnaldri neitt. Svo unnu þeir núna síðast og maður vonast til þess að þessi komið aðeins svona smá stabilitet í það þannig að við höldum áfram að taka sigra.